Sæll Hannes, hvernig hefur þú það í dag? Herðu, ég hef það fínt hérna bara í sótkvinni bara í herbyggi dóttur minnar hérna heima sko. Þannig að hún flutt út úr herbygginu og segir bara inni hjá mömmu sinni og ég tók herbyggi á meðan og ég hef bara fínt hérna sko. Í þeim skilningi sko. En ég en samt þungt í manni hljóðið, reiður, pirraður, ég veit ekki, ég er bara búinn að fá meira en nóg sko. Já, hvað þessar, nú erum við búin að fara í gegnum, marga mánuði í raun og verinu en svona kannski síðustu 2 mánuðir hafa verið svolítið krefjandi fyrir upplýsingar og hvað er að fara að gerast og fleira. Í dag fengum við enn eina ákvörðunina sem að er bara í raun og verinu, er hún í takt við það sem er að gerast? Hvað finnst þér? Sko, hún er að mörgu leyti í takt við hvernig sóttvarnayfirvöld og heilbrigðisráðuneytið hafa unnið, þá myndi ég segja að hún var í takt við það. En ef við miðum við bara hvernig staðan er almennt í afreksíþróttum til dæmis í heiminum og íþróttahreyfingunni, þá erum við náttúrulega ekkert í takt við önnur lönd þegar kemur að því. Og ég ítreka, við höfum unnið mjög vel, þar að segja að við höfum átt góða fundi og við höfum náð að koma skoðunum okkar mjög sterkt á framfæri við yfirvöld og yfirvöld vita alveg á okkar skoðunum og því skoðunum okkar við eigum að hafa æfingar sem allra fyrst, þannig við getum hafið síðan keppni. Og yfirvöld hafa alveg verið opin fyrir því að hlusta á okkur og setjast niður með okkur, en það er ekki nóg að hlusta, það þarf líka að finna leiðir með okkur til að framkvæma og mér finnst þetta bara vera orðið þannig, yfirvöld hafa bara engan skilning á íþróttastarfsemi yfir höfuð. Yfirvöld skilja ekki hvernig íþróttastarfsemi virkar og ég er mjög stoltur að því hvernig körfuboltahreyfingin hefur tekið á hlutunum frá því þetta í rauninni þessi faraldur kom upp hjá okkur mánaðamótin febrúar-mars. Við mistum keppnistímabilið algjörlega út á síðustu metrunum eins og við þekkjum orðið fyrir í vor. Síðan gerist það, við náttúrulega förum í það, vitandi það, þetta gæti orðið svona erfiður COVID-vetur, en engum grunaði samt þetta yrði svona. Við settumst niður og skrifum reglugerð í sumar sem við kynntum hvernig við myndum bregðast við ef það kæmi upp smit í liðum eða við þurftum að fresta einhverjum leikjum og bjuggum það allt til. En það var kannski ekki með það í huga að við værum að stoppa í október, nóvember og desember sem er orðið núna. Og ekki bara við sem að stoppa keppni, heldur erum við að stoppa náttúrulega æfingar sem er það alvarlegast í öllu. Það er eitt að stoppa æfingu í 2 vikur eða 3 vikur, en þegar þetta er orðnar 4 vikur, 5 vikur, 6 vikur, 7 vikur, þá er það bara stór alvarlegt og fyrir afreksíþróttamannin er þetta mjög, mjög mikið. Afreksíþróttamaðurinn bara hver dagur telur. Síðan erum við með krakkana sem eru í framhaldsskóla sem ekki að fá að fara í skóla, þau eru ekki að fá að fara á æfingar, þessi árgangur 2004, 3, 2 og 1, þau eru ekki að fara að æfa. Ég sé þetta bara, ég er með strák sem er á 1. ári í framhaldsskóla og hann er ekki að fara í skólan, hann er ekki að fara á æfingar. Þetta hefur stórkostleg áhrif andlega og líkamlega. Þetta er ekki bara líkamlegi þátturinn. Og það er verið að stunda íþróttir út allan heim og alla Evrópu. Það eru kannski 4-5 lönd í Evrópu sem ekki að keppa í dag. En þeir eru samt að æfa og þeir fá að æfa. Þannig að þótt þau sé ekki að keppa, þá fá þau að æfa. En stór meirihluti og mikill meirihluti er að keppa og æfa. Hvað er annað á Íslandi heldur en öllum þessum stöðum? Við fáum alltaf einhver svör að þessi er að gera þetta svona, hinn segir. Mér finnst þessi svör bara ekki nóg. Við höfum og við getum staðið við sóttvarnir þegar kemur að því að taka þátt í æfingum. Við getum byrjað með æfingar þá með tækniæfingum og skjóta á körfu og þess háttar virkt, þess vegna tekkjumetrareglu. Við getum gert það og við eigum þessar sóttvarnareglu til, þannig að þetta er hægt. Af hverju má það ekki? Svo getum við byrjað þá eftir 10 daga eða hvað það er að við hefja æfingar með snertingu, þannig að þá getum við bara byrjað á fullu í byrjun janúar. Mér er bara það algjörlega óskiljanlegt hvernig yfirvöld fara gegn íþróttum og íþróttahreyfingunni í dag. Nú sjáum við eins og þú talar að það er á mörgum stöðum í heiminum og á fleiri stöðum en færri þar sem að þetta er
leyft að einhverju leyti þó svo að veiran sé vissulega í öllum samfélögum. Þú talar að, ég meina þið settu reglugerðir og gáfu út svona einhverjum svona restart leiðbeiningar sem voru bara mjög greinagóðar í raun og veru sko. Finnst þér ekki skrítið hversu lítið traust sett í hreyfinguna og í þjálfara á Íslandi, hversu lítið traust borið til hreyfingarinnar og þjálfara á Íslandi svona með þessum aðgerðum? Já, klárlega, og þetta bara hárrétt hjá þér og líka ef við horfum á það, þú veist, yfirvöld hafa líka óskað eftir því við okkur að við setjum okkur ákveðnar reglur sem við erum með í svona skapalóni sem við höfum og við erum búin að fara eftir því í einu öllu. Við erum ekki endilega sammála því öllu að þurfa að gera það. Við erum alveg bara þetta þannig ekki að vera svona eða svona og við höfum stundum sagt að við félögin þegar þau náttúrulega líka bara þau voru að fá þetta hérna í sumar og í haust bara á þetta að vera svona. Þá voru ég að þetta eina leiðin ef við ætlum að fá að spila körfubolta. Við ætlum að spila með yfirvöldum. Við þurfum öll að spila með yfirvöldum. Við erum búin að spila með yfirvöldum þangað til, þú veist, ég segi bara allan tímann og erum að gera það, en við erum búin að fara eftir öllum þeim reglum, öllu sem við búin að gera, það er búin að búa til þetta skapalón, við erum búin að setja alls konar sóttvarnaráðstafanir, en okkur ekki treyst til þess að fara inn í íþróttahús, æfa, aftur, byrjum að æfa bara með 2 metra reglu án snertingar, en við megum samt fara út í maturubúðir og vera þar þess vegna 50-100 mann saman og stundum alveg, þú veist, upp við hvort annað, með fólki sem við þekkjum ekki neitt. Það bara svo margt í þessu sem maður skilur ekki. Og aftur, FIBA, þrátt fyrir ég sé ósáttur við að við fórum út að keppa í þessum bublum. Ég var ekkert ósáttur við að keppa í körfubolta. Ég var ósáttur við að við værum að ferðast. Því að mesta smithættan í flugvélunum og flugvöllunum og í ferðalaginu sjálfu. Smithættan kannski ekki svo mikil síðan þegar við komum inn á körfuboltavöllin. Það ferðalagið sem kannski að mesta. Það var ég ósáttur við og við hjá KK vorum ósáttur við það. Þess vegna vildum við ekki spila í þessum bublum. En FIBA, UEFA, EHF, fleiri lönd að keppa í alþjóðlegum íþróttum í dag. Og það allt með leyfi alþjóðaheilbrigðiskerfisins og það að fara eftir ströngum reglum. Það að keppa alla Evrópu. Af hverju þetta hægt en ekki á Íslandi og aftur æfa erum við bara að tala núna í fyrsta kastinu. Við erum ekki núna að tala að keppa þótt að sjálfsögðu við viljum fá að keppa sem allra fyrst, þá erum við bara að tala æfingar. Við fáum ekki einu svona mætin í íþróttahús og æfingar. Og þar af leiðandi greinilegt að það nú bara þannig að yfirvöld hljóta það bara að meta þannig að þau treysta ekki íþróttahreyfingun í þetta ferðalag sem íþróttahreyfingin körfuboltahreyfingin hið minnsta hefur staðið sig mjög vel í. Við höfum staðið okkur mjög vel. Við höfum unnið í einu og öllu. Hvort það eru KKÍ eða félögin eða aðrir sem í körfuboltanum koma. Við erum búin að vinna mjög vel með yfirvöldum, taka þátt í þessu öllu. En þú veist, það bara komin tími til að fá að fara inn í íþróttahús og æfa. Já, ég þrátt fyrir þessa vöntun á trausti þá leyfi ég mér nú að efast það að körfuboltahreyfingin eða körfuboltaáhangarnir séu nú samt ekki í liði með restina af þjóðinni í þessari miklu baráttu sem allir eru í, þrátt fyrir þessa miklu reiði akkúrat núna. En hvers konar, hvað gerir sambandið núna? Hvað myndirðu halda? Nú kom fréttatilkynning á hann það væri verið að vinna í nýju leikjaskipulagi. Það bara að bíða og vona og kvarta? Sko það sem að gerast, við náttúrulega eins og það búin að eiga sér rosalega mikil vinna að stað sem fólk náttúrulega sér ekki á baku tjöldinu. Eins og ég sagði á hann í upphafi þegar við vorum að ræða, við höfum átt frábæra fundi með yfirvöldum. Yfirvöld, hvað saman gott þessi almannavarnir, sóttvarnir, heilbrigðisráðuneyti, hin og þessi ráðuneyti hafa staðið sér bara þrusu vel og með okkur, unni með okkur og þau að vinna mjög góða vinnu. Og ég bara ítreka, við munum fara í einu og öllu eftir öllu þeim reglum sem í gangi. Það enginn að segja neitt annað. En við teljum bara að við séum komin á þann punkt við þurfum að fá að æfa. En við höfum, hvort sem það eru KKÍ, félögin og allir sem í körfuboltahreyfingunni að sjálfsögðu að vinna með sóttvarnayfirvöldum og við gerum okkur grein fyrir því hversu stór faraldur, COVID-faraldurinn Við erum ekkert fávitar, sko. Við vitum alveg hvað það yfir okkur, en við vitum líka að við getum gert hlutina með því að fá að æfa og gert það vel. Við vitum það. Það sem við erum að liggja við núna og hefur búið að vinna mjög mikið að undanförnu, það hvernig við hefjum keppni aftur. Vegna þess að við þurfum að fá að vita hvenær megum við fara að keppa.
Yfirvöld segja að þessi geta að gefa það neitt til kynna nema bara með viku, 2 vikna fyrirvara. Það sé erfitt að sjá það. Við erum ekki ennþá komið með það 100% hreint bara hvort við fáum að keppa yfir höfuð í janúar eða ekki. Þetta þurfum við að fá að vita áður en við teiknum upp eitthvað. Við, eins og ég sagði áðan líka, við bjuggum til reglugerð sem er COVID-19 heimsfaraldurinn í sumar. Þar segir alveg nákvæmlega hvernig eigi að taka á hlutunum. Við gáum út aftur í október, þegar sem þetta með aftur á parkettið, hvað við þurfum langan tíma til að komast aftur á parkettið og annað. Þannig við KKÍ og hreyfingin hefur gert bara ansi góða heimavinnu og unnið þetta vel og þess vegna viljum við meina að við eigum að geta fengið að fara að æfa til að fara að keppa. En það er svolítið erfitt í dag að segja hvernig við förum að stað. Hvort við förum að stað 15. janúar, 15. janúar, 20. janúar, förum við að stað með allar deildir eða bara 2 efstu deildir eða verður eitthvað að stoppa í yngri flokkum. Þetta þurfum við að sjá og þarna verða yfirvöld að koma betur inn þannig að fyrirsjáanleikinn getur orðið meiri. Tjóni er orðið mjög mikið nú þegar. Við megum ekki við meira tjóni og ég er ekki bara að tala andlega og líkamlega, ég er líka bara að tala fjárhagslega. Fjárhagslega er tjónið mjög mikið, líkamlega er þetta mikið og andlega er þetta mikið. Þannig að yfirvöld farið að fara að koma einhvern fyrirsjáanleika og það er verið að reyna að teikna það upp í þessu litakóða kerfi sem er fyrir að gera fyrir almannavarnir og svo er annað fyrir íþróttahreyfinguna. Við höfum tekið þátt í þeirri vinnu undanfarna daga. Ég er ekki sáttur við það ennþá hvernig það litakóða kerfi lítur út. Ég get ekki farið djúpt í það hvernig það er, en ég vil sjá það koma betur inn fyrir allavega eins og körfubolta og þá aðrar innanhúsíþróttagreinar, þannig við getum farið að hefja tímabili inn í byrjun janúar. En yfirvöld verða svolítið að fara að gefa okkur það inn hvenær þau vilja við förum að byrja eða að segja hvenær þau gefa okkur leyfi fyrir því. Það er svolítið mikið, okkur vantar svolítið mikið í þessi svör. Ég held að ég geti tala fyrir hönd flestra okkar, enginn okkar vill setja enn eitt exið við keppnistímabil, þannig að keppnistímabili 2019-2020 bara hafi farið og keppnistímabili 2020-2021 hafi líka farið. Ég bara neita að trúa því að fólk vilji það. Þannig að við þurfum að finna lausnina og við þurfum að vera opin, við þurfum að finna bara opin fyrir öllum hugmyndum. Við erum með reglugerð sem segir hvernig ná að gera þetta. Hugsanlega það kannski bara skoða það að breyta þeirri reglugerð til að geta klárað þetta. Nú er maður bara svona filósófur að meta allt fram og tilbaka og ég get alveg fullvissa fólk um það að það eru ýmsar skoðanir sem að skrifstofan, stjórn og mótanefnd er að skoða. Við erum með gott, eins og ég segi, við erum með góðan bland í poka af pælingum og skoðunum frá félögunum okkar. Það eru margar skoðanir í gangi og þess vegna tek ég þetta dæmi af þessum blandi poka sem við erum með og við höfum veltum þessu mikið fyrir okkur daginn út og daginn inn og endanum þurfum við að finna þá lausn og ég kalla bara eftir ennþá skýrari svörum frá yfirvöldum hvað á að gera eftir jól og í byrjun janúar. Fáum við að hefja keppni eftir einhvern ströngum reglum eða ekki? Já, það eins og segir, þá er náttúrulega mikið af fólki sem kemur að því að skipuleggja venjulegt tímabil, þannig að við getum rétt ímyndað okkur að núna sé mikið af hugmyndum sem að sveimi varðandi hvernig eigi að vinna úr hlutunum þegar loksins það fer af stað aftur eða þegar það er að fara af stað aftur. Ég ætla bara að fá að þakka þér fyrir spjallið, Hannes, og við höldum áfram í baráttunni. Ekki málið og það bara áfram körfubolti, við gefumst ekkert upp, við höldum baráttunni áfram. Að sjálfsögðu. Takk fyrir.